Halló, Ég heiti Elsa ég heiti Jonni. og við erum sögukastið. Sögukastið. Nei, þetta er ekki, Nei, þetta var ekki gott. þetta var ekki gott. Ég mun aldrei gera þetta eftir. Nei, þú Kæru hlustendur. varst að æfa þig í svona texta, lagateksta. Jésús, er Já. ég að fá heilablóð? Já, ég þarf að Þú varst að æfa þig í lagatekstum æfa mig í lagatekstum. Já, ekki máli, ég skal og sérstaklega færi það. reyna að mastera svona auglýsinga og lagateksta. Já, svona jingles, eins Já. og þetta kalla. Já, bara mistmál. Mæli með. Algjörlega. En, já, ert þú með spurningu? Já, Ok, hún er smá svona out there, ok. en samt ekki. Ef að það væri verið að gera mynd um þig, Ok, kekja. hver myndi leika þig? Það er náttúrulega draumurinn að segja, þú veist, einhverja Hemsworth bræðurunum, en það er náttúrulega aldrei að fara að gerast. Ok, ég var ekki að búast við þessu. Það er draumur allra gæja að vera leikinn af Hemsworth, já, allan daginn. Já, ok. Ég frekar haldið að væri þú veist á George Clooney eða Brad Pitt eða eitthvað svona Leo frekar heldur en Hemsworth. Máli er að ég er ekki orðin 30 og George Clooney er hvað 60. Það meikar engar sens. Þannig að einhverja Hemsworth bræðurunum meikar með sens hvað var þar aldur. En Já, en þú veist átalar að það er draumur hvers ungs drengs. hvað er allt í honum komin í sjálfstætt fólk? Nei, það er, ég veit ekki alveg. Ég ándjós veit ekki, sko. Ólaður Darri, hann var náttúrulega geggja. Ég nefnum að hann er svona 3 metrum hærri en þú. Já, ég veit. Það meikar ekki alveg sens. Nei. Og líka, hafa þessu djúpu rödd, sko. Ég er ekki alveg með svona djúpu rödd, sko. Þetta er erfitt, sko. Já. Ég er nefnilega að reyna að finna eitthvað sem er, þú veist, í allavega skeggjaðar í kantinum Já, og fölar í kantinum kannski. ég er með það. Ertu með þetta? Alan Carr. Þetta var djók. Þetta aldrei gerast held ég, sko. Það var það freka Graham Norton, sko. Allan með skegg. Já, hann er svo miklu eldri. Já, ég veit. Alan Carr er samt ekkert mikið yngri en Graham Norton, sko. Hann lítur svona út fyrir að Já, vera já, yngri. 100%, sko. Graham Norton er búin að vera 60 í 40 ár. Já, það er rétt. Það er enda rétt, sko. Ég held að þeirst að vera eitthvað svona grínisteg, sko. Já, Því að ég tek mig allan sjálfa mig ekki mjög alvarlega. nei, þú gerir það ekki. Nei. Oh my Líka god. myndir ekki frekar vilja Channing Tatum heldur en Hemsworth. Ég er svo hissa á þú sagðir Hemsworth. Já, þeir eru bara... Svo myndir ekki frekar vilja Channing Tatum. Magic Mike að þetta. Já, það var náttúrulega geggja líka, sko. Ég er ekkert að draga úr húnum, sko. En þú veist, við verðum að fara eftir, þú veist, hver er líklegast, skilur við, þú veist, þeir eru ekkert að fara að vera líklegir, sko. Þú veist, ég er að reyna að muna eftir þegar einhver sagði að ég væri líkur einhverjum Já. og það er bara ekkert að detta inn, það er Nei. ekkert að frétta, sko. Manst þú eftir einhverju? Nei, en þú veist, eina svona, núna, þú veist, ef að því núna er Jonah Hill aðeins búin að léttast og ef hann væri með skegg. Það er reyndar, jú, Jonah Hill, hann er, jú, ég held að Jonah Hill sé málið, sko. Já. Hann er bæði fyndinn og góður leikari og já, ég held að þetta sé málið, sko, Jonah Hill. Já, en hann náttúrulega er hann með skegg? Já, hann hefur verið með skegg, sko. Hefur hann verið með Já, skegg? já, hann er með alveg góður út, sko. Ok. Já, það er líka, fyndið að Jónsi frændiðinn, hann kallar mig alltaf Jonah Hill. Er það? Ég verð ekki heyrt það. Nei! Hann er alltaf kallað mig Jonah Hill. Í alvörunni? Já, Akkur er ég að frétta þessu núna? hvernig er þetta að frétta þessu núna? Já, það er það sem ég er að spyrja þig. Við förum í sömu bóðin, sko. Já. Og hvað kemur alltaf Johnny, Jonah Hill. Bara eitt fylgir öðru, það er bara venjulegt. Nefnst að ég er búin að heyra að náttúrulega kalla mig Johnny frá því áður en ég fættist. Já,
og þú kallar Jonni, þannig að þetta er oft svona gerkarinn að við sem Johnny og Johnny, Já, það er náttúrulega bara fylgir. að það er fylgir Já. og við sem frönsku nöllanir Mhm. og nöllanir. Ég verð ekki heyrt Jonah Hill maður. Nei, Það er magnað. Nei, já, ég held að ég sem búin að finna það. Jonah Hill, Jonah Hill. Okay. Staðfest, skjálfest og Já. slegið. geggja. En hver myndi leika þig? Sko náttúrulega draumurinn væri Margot Robbie, Já, 100%. en það er svolítið far-fetched. Hún er úr mun hærri en þú, sko. Ekki bara það. Það er bara allt annað líka. Já, þeir er ekki það líka, sko. Nei. Nei. En miða við, Og náttúrulega back in the day hefði verið Marilyn. já, 100%, sko. Þú veist, það hefði Geggja. verið the ultimate goal. Mhm. Náttúrulega það veit ég ekki. Ég ángríns veit það ekki. Þú veist, Miða við hæð þá kannski Sabrina Carpenter. það verður enda geggjað. Hún er styrlið. Minnst þið ekki það ólíkar, sko? Er það ekki bara að vera delusional núna eða? Nei. Er það ekki svona óskhyggja? Nei. Þetta er Óskhyggja við séum líkar. Nei, það er ekki þannig. Hvað? Veistu Það horfa svona á mig. Já, veistu, ég myndi ekki slá hendur á móti í. Nei, þú veist, bara. En annars allt í henni eru gjörsamlega lost með leikunum sem eru ljósarar og í aðeins læri kantinum. Já, þú veist, það var ekki Helena Bonham Carter, skilur. Nei. Og það var ekki, sko. Ég myndi vilja að hún myndi leika mig, sko. Hún er geggjuleikuna. Það sem var líka draumur væri svo sem að, hvað heitir hún aftur? Svo sem lék Princess Margaret í The Crown. Hún var í ykkur Ertu að tala um yngri þá? Já, Já, hún var í Vanessa Kirby. Vanessa Kirby. Hún var í ykkur mynd ljósærð. Jaha, Já. já, jú. En hún alltaf herri en ég. Já, hún er alveg tölur. Miklu fallir en ég. Ég veit ekki að segja það. Var annars þannig að Rebel Wilson eða? Nei. Líka, mér persónulega finnst hún ekki fyndin. Nei. Hún á sín moment. Hún á sín moment, já, algjörlega, en... Hún er ekki sem hún væri uppáhald, sko. Nei. En já, hún á sín moment. Mér finnst hún falla stundum svona í James Corden húmórin sem ég er bara ekki hrifin af. Nei. Við sko við, Já. svona rosalega over the top Já, ég skilja. og ég er bara alls ekki over the top þegar kemur það svona. Nei, þú er bara over top í dramatík. Guð minn góður. Jesus. En já, annars þá veit ég ekki. Ég veit ekki. Nei, ég segi Sabrina Carpenter, sko. Já. Ég held að þessi cirka jafn áar. Nei. Hún er sko Ponsity Pons. Já, ég veit. Hún Ég- er ekki svaka stór, sko. Ég held samt, sko, hún er held ég 1,52 sko. Er hún svona lítil? Já, Já. þá er alveg 12 cm á milli okkar. Ok, fair enough. Já. Ég held hún samt alveg getur alveg verið á svona Hún er alltaf á hælum já, akkurat. sem ég finnst gorgeous. Ok. Ok, Já, það er ekki bara. Jú. Jonah Hill og Sabrina já, Carpenter. Er það ekki hlæslega saman. Já, Staðfest, skjálfest og slegið. geggjað. Hvað er skrítið að sjóta? Það var geðveikt fyndið að sjá myndina með þér. Jesus. Já. Þetta var góð saga samt, sko. Já, Þar sem við hittumst ekki í París. áttum samt. Sameiginlega vini. Þau fluttu út með viku millibili. En hittust aldrei. Örlögin leiddu þau þá svo saman á skólabekk í Háskóla Íslands. Doppur engindu líf þeirra. Við erum að hætta núna. Ok. Það fyrir einhvern galsa, ég veit ekki hvað er gangi. Að því ótrúlega en satt, þá erum við að taka upp þar sem ég er ekki, og þetta hljómar óslítla, þar sem ég er ekki óslega þreytt en ég kom úr flugi. Já, það er vanalega þannig allan að seinustu svona nokkra mánuði myndi ég halda. Heila bara síðan byrjum við þetta. Já, reyndar. Já. Við erum samt alltaf haldið okkur, sko. Já, við höfum alltaf haldið okkur. Við höfum klift svolítið mikið útstundum. Já, já. Við höfum þurft þess. En já, ég var að byrja þetta. Er það ekki? Samt, ég var að segja, ég er ekki að spoila neinu. Fólk hefur séð titilinn. En því ég sagði mömmu hvað er að fara fjallum, þá var hún bara eitthvað, já, þetta er náttúrulega bara, við munum þá
bætast helling í listan við það sem er að gerast í Bandaríkjunum í dag. Með það að það er strax búið að banna bækur í fullt af skólum og bara fullt af fylgjum. Það eru ákveðna bækur bannaðar. Til dæmis Handmaid's Tale. Já, einmitt. Þannig að það er svona áhugaverður vingill, að því hún fór strax þangað. Ég hann held ég ekki fara að fjalla það. Ég mun fjalla það stutt. Já, en þetta er bara svona... Aðalega ástæðan fyrir því er út af því að þetta er ennþá í gangi. Já, en þetta er svona áhugaverðin sorgleg þróun. Já. En að því að, já, ég samt, eins og segja, ég ætla ekki að vera að spóila fyrir þér, en uppáflega þá er þetta bara handfyllega af bókum sem hafa verið bannaðar í nokkar aldir sumar. Sumar, þú veist, það er erfitt að finna efnum þetta. Já. Og já, náttúrulega það er sumt sem svona er bannað út af ákveðnum hlutum á einum stað en ekki á öðrum stað. Þú veist, það hefur nefnilega með svona bækur þá er aldrei verið að banna þetta allstaðar. Nei, en þetta er svona já. Á ekki bara leyfa að byrja? Jú. Sko, þetta er fyrsta málið sem kemur frá hlustanda. Ha? Já. Frá henni Alexandru Aðalskars. Já. Af því hún er Skars Aðals og Skarsmundína. Og já. Og líka Norn. Já, algjörlega. Hún er margir hlutir. Hæ, Alessandra. Við dyrkum engar áhyggjur. En já, hún kom með þetta fyrir alveg svo til síðan en ég hef ekki alveg verið tilbúin að taka þetta fyrir núna. Já, því þetta er svona fyndið hvað að þið verðum með langa lista af málum sem okkur langar að taka fyrir og sumt er svona, skrifa þetta neyður nei, ekki núna og svo alltaf bara, ég verð að gera þetta núna. Já, akkurat. Svona skrítin Já, akkurat. En bækur skipa mikilvægan sess í lífi okkar. Þær hafa frætt okkur, skemmt okkur og jafnvel hrætt okkur. Það er erfitt að greina hversu mikil áhrif bækur hafa haft á okkur sem dýr á þessari jörðu. Og það að við sem komin á þennan stað að við getum gefið út nánast hvað sem er magnað. Já, það hefur verið svolítið upp og niður í gegnum aldinnar. Nefnilega. En það er ekki allir sem eru sammála mikilvægi þess og fólk getur áætla að það stafi hætta af sumum bókum, hversu réttlætanlegt sem það getur verið. Og það eru nokkrar ástæður fyrir því að fólk vill banna bækur í þeirra samfélagi. Einræðisherrar. Ég mun koma inn á það, engar áhyggjur. En algengasta ástæðan er trúarlegar ástæður. Reyndar. Allavega í gegnum tíðina. Og ég ætla að taka nokkuð fyrir svona þessi stærstu dæmi sem við þekkjum og svona, já, það gefur kannski mynd á hvernig við höfum kannski ekkert endilega þróast í gegnum tíðina. Því miður ekki. Já. En einmitt, frægasta dæmi þetta er bannið á satanísku versónum eftir Salman Rushdie. Hann gaf út bókina í september 1988 og bjóst sjálfur við því að fá nokkur bakslög út af verkinu vegna þó nokkur að tilvitna til islam. Og í rauninni svona, það voru ákveðin gagnrýni að hálfu einhverja karaktera í garð islam. Já. Hann sagðist búast við að nokkrir eru móðgæðir og myndu uppnefna hann og að hann gæti síðan varið sig opinberlega gegn gagnrýninni. En hann bjóst ekki við svona miklu bakslagi. Þetta er líka 88. Margt búið að vera í gangi. Mjög margt. Strax í október, sem sagt bara með mánuð eftir að hún kom út, þurfti hann á lífverði að halda vegna flóði af morðhótunum sem hann var að fá daglega. Í alvörunni? Hann þurfti að hætta við skipulagðar ferðir og fara í felur. Hver íslamska þjóðin á fætur annari bönnuðu bókina. Í desember 1988 söfnuðust þúsundir múslima saman í Bolton í Manchester héraði og mótmæltu bókinni og brenndu fullt af útgáfumaðurinn. Þann 13. febrúar 1989 í Islamabad, höfuðborg Pakistan, að þá urðu óeirðir í bandarísku menningarmiðstöðinni
og 6 manns dóu. Út af bók. Það brutust líka út óeirðir á fleiri stöðum sem urðu ekki alveg alræmt. Daginn eftir óeirðirnar í Islamabad að þá gaf Ayatollah Khomeini, erkiklerkur og leiðtogi í Íran, trúarlega tilskipun sem kallast fatwa í íslamskri trú. Þessi fatwa tilskipaði alla múslima að aflífa ekki bara Rushdie, heldur alla sem kom með útgáfu bókarinnar. Þetta steypti þetta í stein. Það hatur á þessari bók og Rushdie. Já. Írönsk trúarleg stofnun bauð upp á $1 milljón í verðlaunafé fyrir að drepa Rushdie. 3 milljónir ef að það var Írani sem drepur hann. Og Íran rauf síðan öll tengsl við Bretland í kjölfarið. Þegar Rushdie er tæknilega þessi breskur, Já. þó hann hafi fæðist í Mumbai, en þá er hann breskur ríkisborgari minni mig. Mér finnst það galið. Rushdie kom fram opinberlega með afsökun þar sem hann sér mikið eftir að hafa olli svona miklum leiðindum. En það var ekki samþykkt af írönsku stjórninni. Þrátt fyrir að Khomeini dó 1989, þá lifði þessi fatwa ennþá undir Ali Khamenei sem tók við af Khomeini og hann virtist taka ennþá harðar á þessu. En nú aftur þetta bók. Síðan 3. ágúst 1989 fór Líbani að nafni Mustafa Mase til Bretlands með mikið sprengiefni í þeim tilgangi að sprengja Rushdie. En það fór úrskeiðis á meðan hann var að setja sprengjuna saman og sprakk hann upp inn á hótelherberginu sínu í Paddington hverfi í London. Já, ok. Samkvæmt öfga íslamstrúarfólki að þá er hann píslavottur og fyrirmynd fyrir allt ungt ákaft fólk í Líbanon. Svo orðaði sendiherra Írans í Líbanon 2023. Komeil Bagir. 2023. Rushdie fer síðan í felur upp úr 1990. Og er enn í felum? Nei, ekki ok. ennþá. En hann var það alveg í þó nokkur tíma. Ok. Og hann einmitt faldi sig í Wales undir nafninu Joseph Anton. Já. Fyrir þá svona bókmenntahetjunum hans, Joseph Conrad og Anton Chekhov. Ok. Já, það var mjög gaman að sjá það. En var það eitthvað sem var skipulagt af breska þinginu eða bresku... Já, breska ríkisstjórnin hjálpaði honum í öllu Ok. með þessu. Þeir stóðu á baku. Já, ok, það er gott að vita. Eftir að Muhammad Khatami tók við sem forseti Íran, já, by the way, ég er örugglega að slátra þessum orðum, sko, og nöfnum. Já. Þannig að bara afsakið það. Við gerum okkar besta. Já, en já, þegar hann tók við sem forseti Íran 1997, þá sagði hann að hann ætlaði ekki að framfylgja þessari fatwa lengur og ótaði engan í að drepa Rushdie. Og einmitt, ég held að hann hafi ekki geta gert meira út af því að fatwa er svona pínu, svona, það er ekkert hægt að taka hann tilbaka endilega. Nei. Allavega skilst mér, en það var ekki nóg. Nei. Og Rushdie kemur síðan úr felum 2001 og er síðan ágætlega virkur í bókmenntum í dag. Ok. Og einmitt, hann skrifaði bók atburðina og útleiðin hans. Og kannski þekkja flestir hann allan frá okkar kynslóð sem rithöndin í Bridget Jones myndinni, fyrstu. Byrju rithöndin í myndinni? Já, út af því að það er... Er þetta sem hún getur ekki borið fram? Já. Oh my god. Þetta er hann. Mér minnir að þessi hann var allan í þessari sinu. Ok. Það sem að hún er að kynna með minnin Salman Rushdie. Þetta er svo... Nei, hún er að kynna eitthvað... Nei, já, betur, hún er að kynna Tits Pervert. Já. Fitzherbert. En ég man ekki... Ok, það var ekki Rushdie sem hún var að kynna, en hann kemur fyrir. Hún minnist á hana því að hún segir að bókin hans er einnig frábær. Já, einmitt. Já, hann kemur alveg fyrir og hún hittir hann, sko. En
síðan 2005 eftir að Ali Khamenei tekur aftur við sem leiðtogi Íran að þá hefur hann verið í hættu. Ok. Og það var atvik 2022 þar sem Rushdie var með fyrirlestur í New York þar sem 24 ára strákur frá New Jersey stekkur upp á svið, kýlir hann og stingur hann 12 sinnum. Ha? Rushdie rétt slapp lífs af en misti annað augað í þessu. Shit. En einmitt sem betur fyrr Já. liðana. Og það var einmitt sá sem þýddi japansku útgáfuna af satanísku versunum. Búin að gleyma hvað hann heitir, ég snabla skrifa þetta ekki niður, en já, hann var drepinn og það var ráðist á ítalska þýðandan líka. Hvað er í gangi? Þetta er rosalegt, sko. Já. Já, þetta er því miður ekki eina svona atvikið. Frakkland hefur þekkt nokkur svona atvik. Það sem fólk verður að skilja við Frakkland áður en við förum lengra er að franska byltingin breytti helling í franskri menningu og eitt það sem við sjáum helst í dag er það sem þeir kalla laïcité. Og það er mjög flókin saga á baku þetta sem ég ætla ekki að fara of djúpt í núna. Nei, því svo kemur Napoleon að teka það tilbaka og breytir því og fullt af ykkur dóti, sko. Já. En í stuttumáli að það voru franski borgarar reiðir út í kirkjuna fyrir græðkina þeirra. Þannig að í byltingunni þá var ákveðið að trú og kirkjan hefði engan stað í franskri menningu fyrir utan kirkjuna sjálfa. Og þetta hefur haldist í dag. Já. Og er ennþá bara í franskri menningu. Og þetta gefur Frökkunum meira af ritfrelsi heldur en aðra þjóðir þegar kemur að trúm og já. Náttúrulega bara frækt er Charlie Hebdo. Var að fara að segja frá því. Það er bara komin tíma og ég er skít inni fyrir þig. Já, ég veit. Já. En já, þeir er allavega ekki lengi að gaggrina fólk fyrir þeirra trúalega aðgerðir. Já. Eða trúalega innan gæsalappa. Líka frakkanir, það er margir sem skilja ekki frakkana. Nei. En þeir eru nefnilega rosa kaldhennir. Ó, já, 100%. Og þeir taka sjálfur sér alls ekki alvarlega. Nei, alls ekki. Sem betur fyrr. Já, og það er svona það sem margir fatt ekki við þá. Og einmitt, ég held líka að þetta útskýrir rosalega mikið, laïcité útskýrir aldrei mikið hvernig þeir eru í dag. En þeir hafa þar að leiðandi haft nokkra hluti komið út sem hefur ekki farið vel í fólk. Og einmitt, meðal þeirra er Charlie Hebdo málið. Charlie Hebdo. Charlie Hebdo. Já, ég er að segja það fyrir þá skilja ekki framburðin. Já, alls ekki. En já, satírublaðið Charlie Hebdo gaf út blað með mynd af andliti spámannsins Múhameð. Það fór illa ofan í marga múslima og þann 7. janúar 2015 var gerð árás á skrifstofu þeirra. Þar brutust inn 2 bræður, Sheriff og Said Kouachi, og byrjuðu að skjóta. Það voru 11 sem særðust og 12 sem dóu í þessar árás. Já, og meðal annars helsti blaðamaðurinn þeirra. Já, sem var ritstjórinn þessum tíma. En fólk lét ekki berja sig niður og byrjaði það að sýna stuðning sinn með því að bera skilti sem ástóð Je suis Charlie. Já, eða ég er Charlie. Akkurat. Annað dæmi í nýlegri sögu Frakklands er svipað með Salman Rushdie en fór ekki jafnlangt. En það er þegar hann Michel Houellebecq gaf út söguna Soumission eða undirgefni. Hann skrifar það að ef að Frakkland yrði allt í einu múslimskt ríki 2022, hvernig það myndi gerast og hverjar afleiðingarnar væri. Þar sést hann ekki dæma þetta harðlega í gegnum karakterinn sinn, en burtséð frá því að út af því að þetta var islam og múslimsk trú, að það fór þetta ekki vel fólk. Nei. Sem betur fyrr hefur ekkert komið fyrir hann, svo ég sá, en það er frekar merkilegt að bókin var gefin út sama dag og árásin á Charlie Hebdo átt sér stað. 7. janúar 2015. Og einmitt, hann hefur allan að tala mjög mikið um þetta út af því að einn af bestu vinum hans
voru einn af þeim sem dóu Já, ok. í þessu. Og samt líka gott að taka fram að hérna Charlie Hebdo er ennþá að gefa út. Já. Og þeir eru ekkert búin að draga úr neinu. Þeir eru bara að halda sínu striki. Já. Þeir eru eiginlega grófari en þeir voru. Já, ég held það sko. En mér langar ekki að fólk haldi að múslimar séu þeir eina sem eru svona gagnvart árásum gegn þeirra trú. Kaþólikkarnir voru mjög mikið í þessu. Já. Og einmitt spænski rannsóknarrétturinn var mikið að brenna bækur sem fóru gegn kristinni. Og eitt svona frægasta dæmi út frá því á svona kristnihaldi og svona, þá var Galilei sem gaf út hann kenningunni sinni að við varum ekki í nafli veraldar, að við færum í kringum sóluna, að hann var einmitt kærður og Já, ég man eftir því. Já, og hann var Man eftir að lesa það, ég var ekki að segja það. En já, hann einmitt fór í mál og eitthvað en sem betur fyrir átt hann mjög háttstandandi fólk sem studdi á baku hann og varðan en hann samt var í útlegð. Já. Alveg það til hann dó. Já, hann deyr í útlegð. Já. Og já, það líka mjög skrýtnar trúarlegar ástæður fyrir því að fólk vill banna bækur og ein furðulegasta bókin hvað þetta varðar Harry Potter. Harry Potter? Já. Okkar aldrei besti. Já, hún var bönnuð á nokkrum trúarlegum kaþólskum heimilum og skólum og svona vegna þess að fólk hélt að bækunar væri að stuðla að satanisma. Einmitt. Og ég verð að fór skjóta inn í svona fyrst að tala um þetta að því að TikTok mitt búið að vera fullt af þessu að það fullt af hérna kórum kirkjukórum út í Bandaríkjunum að syngja Like a Prayer með Madonnu. Já, ok. Því þau fatt ekki textan. Og það allir bara, eru þau ekki að skilja hvað þau eru að syngja eða eru þau bara það ignorant? Já, þetta náttúrulega varð aftur frægt út af Deadpool og Wolverine myndinni. Já. Og byrjaði að syngja. Það bara fullt af kirkjum eða kirkjukórum að syngja hástöfum. Æðislegt. Þetta lag. Mjög flott, já. Það er svona langar eiginlega bara svona pikki öxlum að segja hvað þetta lag raunverulega er. Það má ekki gera það. Nei. Það er samþykkt á netinu að þú ert aldrei að leiðrétta manneskju fyrir að gera eitthvað svona. Nei, ég veit það, en þetta er bara svo fyndið. Já. Það væri til að sjá svipin á þeim þegar ég fatta, ég er að meina það. Það er líka eitt ógisla fyndið að það er sumir sem halda það að bust a nut. Nú sko það þýr. Já. Það eru sumir sem halda að það sé svona að springa út af reiði. Já. Og bara, if you don't do this, I'm gonna bust a nut. Og einmitt, það er bara samþykkt á netinu að maður á aldrei að leiðrétta þá mannsku. Nei. En allan aftur að Harry Potter. En já, ástæðan fyrir þessa tengingu var vegna þess að margir töluðum galdra og satanisma í sama samhenginu. Þannig að já, þetta var ástæðan fyrir þessu. Ég skil. Og einmitt, fyrsta bókin sem var svona almennilega bönnuð í heimi var einmitt út af trúarlegum ástæðum gagnvart kaþólskunni eða sem sagt kristinni. Fyrsta almennilega bannaða bókin í heimi var The New English Canon eftir hann Thomas Morton sem var gefin út 1637. Er þetta eitthvað í skildum við konan? Nei, alls ekki. Ok, ég vildi bara hvort að þeir hefði kannski tekið innblástur. Nei. Þaðan? Nei, þetta er C-A-N-A-A-N. Ok. Þetta er mjög eldra dæmi. Ok. En já, þar var hann, Thomas Morton, með beitta gagnrýni á púritanisman sem var við í Bandaríkjunum á þessum tíma. Elsku púritanir. Æðislegir, eða þannig. Og hann Morton var mikill hedonisti og var gjarn á djammið. Eða eins mikið og hægt var allavega.
á þessum tíma og í púritanisma samfélagi. Hann var líka mjög vingjarnlegur gagnvart indjánunum sem var algjört no-no í púritanísku samfélagi og þeir bönnuðu bókina og var hann það sem kallað persona non grata í Massachusetts. Já. Alveg þangað til hann dó 1643. Þannig að hann var í rauninni bara í útlegð. Já, náttúrulega eins og ég elska Boston og elska Massachusetts. Þá voru þau áttu erfiðan tíma þarna. Já, svo sannlega. Sem tengið sér inn í Salem. Já, þetta er nefnilega... En við ætlum að fjalla það á næsta ári mögulega? Já, það verður í október á næsta ári. Já. Spooky sér hann búið. Já, ég veit. En önnur ástæða fyrir því að fólk að banna bækur er að einræðisherrar telja ákveðnar bækur gefa fólki of mikið hugsunarfrelsi. Það að fólk skilji betur heiminn í kringu sig getur verið hættulegt fyrir stjórn einræðisherrans. Og fyrsta dæmið í sögunni sem ég fann af einhverjum að banna verk var frá Qin-ættarveldinu í Kína. Gengis Khan eða? Nei, það var hann Qin Shi Huang sem var fyrsti leiðtogi Qin-ættarveldisins og fyrsti keisari Kína 221 fyrir Krist. Hann var ekki sérstaklega sáttur með hann Konfúsíus. Konfúsíus hafði verið ágætlega vinsæll í Qin-ættarveldinu en honum Qin Shi Huang fannst þetta að gefa fólki of mikið hugsunarfrelsi og að eftirfylgjendur Konfúsíusar voru of gagnrýnir á Qin. Hann Qin ákvað að byrja að brenna verkin hans Konfúsíusar 213 fyrir Krist. Síðan á hann að hafa grafið 460 fræðimenn lifandi 212. Það var svo allir Stalin hafði tekið innblástur frá honum eða? Geta alveg verið sko. Sem betur fyrr voru sumir sem varðveittu textana í leyni og við þekkjum enn textana hans Konfúsíusar í dag. Ok, það er gott. Það eru sumir sem ekki alveg sammála þessari sögu og halda hún hafi verið ýkt. Sérstaklega með að hafa grafið og lifandi. En hann Qin Shi Huang lét brenna verkin. Það er staðfest. En frægasta atvikið hvað varðar einræðisherra eru bókabrennur nasistana. Já. 10. maí 1933 söfnuðu saman háskólanemar í 34 háskólaborgum út allt Þýskaland í þeim tilgangi að brenna bækur sem þeim þótti óþýskar innan gæsalappa. Einmitt. Þar af leiðandi voru þeir að stunda Sauberung eða hreinsun, eins og þeir kölluðu þetta, á þýskutungunni og bókmenntum og brenndu 25.000 bækur. Það er svo sorglegt. Þetta var svar þeirra við klíningarherferðinni innan gæsalappa sem átti sér stað á heimsvísu gegn Þjóðverjunum. Og síðan söfnuðu saman 40.000 manns á Opernplatz í Berlín að hlusta á Jósef Goebbels flytja ræðu af eldmóð. Nei við úrkynjun og siðferðilegri spillingu. Já við velsæmi og siðferði í fjölskyldu og ríki. Ég sendi í eldin skrif Heinrich Manns, Ernst Gläser, Erik Kästner. Þetta eru frægur sem hann kallaði upp. Þetta voru helst verkgyðingar rithöfunda eins og Albert Einstein, Sigmund Freud og Stefan Zweig. Og ef þið hafi ekki lesið neitt eftir Stefan Zweig þá mæli ég eindregið með því og sérstaklega þá Manntafl og Veröld sem var. Og er það ekki hann líka sem er... Ja, hann skrifaði Marie Antoinette. Nefnilega, já. Og fleiri. Já. Líka voru bækur bandarískra höfunda sem voru á svartalista Þjóðverja eins og Ernest Hemingway og Helen Keller. Og allir þeir sem voru gagnrýnir á nasismann voru líka sendir í eldin eins og Thomas Mann og Erich Maria Remarque.
og hann þekktur fyrir bókina All Quiet on the Western Front. Sjá nýlega gerða mynd. Akkurat. En já, þetta var svartur blettur í sögu Þýskalands. Já, svo sannarlega. Já. Og þetta ekki það eina sem hefur verið. Sovjetríkin gerðu mikið af þessu, en það var ekki svona brennur, það var meira bara að vera fjarlæga bækur. Já, eins og í Bandaríkjunum núna. Ekki á sama máta, en það hefur verið að banna bækur í staðin fyrir að vera bara taka þær og segja ekki neitt það eins og Sovjetríkin voru vunna að gera. Einmitt. Og já, því miður eru bókabrennur enn haldnar í dag af öfgahópum víðsvegar heiminn, en það er einmitt og nokkrir tengdir KKK sem halda reglulegar bókabrennur, var ég að sjá í einu myndbandi. Því miður. Seinasta ástæðan, svona í rauninni fyrir því að banna bækur, er vegna þess að þær eru dæmdar hættulegar fyrir samfélagið. Og einmitt, það eru margvíslegar ástæður af hverju fólk segir að þessu er hættulegar. Já. Sumar réttlætanlega, sumar ekki svo. Frægasta bókin sem er reglulega bönnuð vegna þess er Mein Kampf eftir Hitler. Og skiljanlegt. Ég held að ég þurfi ekki að fara út í það af hverju hún er bönnuð. Nei. En já, ég ætla bara að halda áfram. Já. Önnur bók sem er reglulega bönnuð er The Anarchist Cookbook, eða kokkabók anarkistans eftir William Powell, sem skrifaði hana þegar hann var 19 ára, 1971. Þar er verið að gefa lesendum uppskriftir hvernig á meðal annars að gera sprengjur og hvernig á að framkvæma skæruhernað í Bandaríkjunum. Einmitt. Það er bók sem á réttilega banna. Já. Takk. Og bless. Powell var mikill anti-establishment maður og var mikið gegn hernaðarpólitíkinni sem var á þessum tíma, þá sérstaklega Víetnamstríðinu. En hann var fljótur að sjá eftir þessu og vildi sjálfur banna bókina. Það? Já. Og einmitt vegna þess skaða sem hún gæti ollið. Já, því bara einhverju pleppar út í bæ gætu verið að einmitt. Og gert eitthvað vitlaust og allt púf. Einmitt. Rétt áður en hann dó var tekið viðtal við hann og þar sagði hann að hann hefði ekki snert bókina í 50 ár eða í rauninni síðan hún kom út. Og hann einmitt er stærsti andstæðingur bókarinnar. Sem er magnað. Þessi bók veldur ennþá skaða í dag og er hún vel þekkt af hálfu lögreglunar í Bandaríkjunum. Það er sem að hún er í dreifingu hér og þar. Og einmitt finnst stundum á heimilum af einhverjum svona öfgahópum. Já. Og einmitt ég sá að þeir kalla bækur sem eru svona hættulegar, kalla held ég Anarchist Cookbooks eða eitthvað. Já, ok. Út af þessu. En því miður að þá er ekki allar bækur sem eiga skilið að vera í þessari kategóríu. En það eru nokkra bækur sem eru reglulega bannar fyrir þeirra frásögn af til dæmis LGBTQ og kynþáttafrelsi. Sem er enn þann dag í dag mjög viðandi. Og einmitt, ég ætla að nefna bækur sem eru reglulega bannar en ég get ekki farið of langt í þetta út af því að þetta er ennþá bara í gangi og það er ennþá svo mikið í lausu lofti með þetta. Getum við bara leitt fólki að vera eins og það er? Ándjúks. En já, meðal þeirra bóka er To Kill a Mockingbird eftir Lee Harper. The Bluest Eye eftir Toni Morrison. The Perks of Being a Wallflower eftir Stephen Chbosky. Þetta var mjög illa bara fram, virkulega. Og Genderqueer, a Memoir eftir Maya Kobabe. Já, því miður að þá er mjög reglulega, sérstaklega kemur á svona school boards eins og þetta kalla. Og þá geta foreldrar og aðstandendur komið og
sagt af hverju það eigi að banna og já, og það er einmitt mjög gaman að horfa svona myndbönd af sumum sem er að fólki á þessum þykjast vera einn af þeim og koma með svona fáranlegar bækur. Ég skil. Og eitt frægasta dæmið í því út af því að það voru ákveðnar ástæður gefnar fyrir að af hverju mætti ekki að vera með þessa bækur aðrar en í rauninni alvöru ástæðuna. Já, að sjálfsögðu. En það var Biblían. Hún var bönnuð í Bandaríkjunum á sumum stöðum vegna þess að hún féll undir öll þau skilyrði fyrir því að banna bók. Oh my god. Þú veist, meðal annars ljótt mál. Já, morð, kynlíf. Já. Það var líka sem sagt þrælahald. Oh my god. Þetta er í rauninni bara í fyrstu 3 bókunum sko. Já, auðvitað hvað heitir þetta? Incest. Já. Oh my god, af hverju man ekki hvað þetta heitir? Sifjaspjall, já. Sifjaspjall. Það er einmitt framhjálp líka eða ekki? Fullt af því sko. Já. Já, allan að frægasta Sifjaspjall sagan eru dætur Lóts. Það er sem sagt Lót og fjölskyldar hans eru þau einu sem komast frá Sódóma áður nú var jöfnuðu jörðu af Guði og þau máttu ekki líta tilbaka og meðan það var verið að jafna Sódóma við jörðu og konan hans Lóts leit tilbaka og dó samkvæmt sögunni en þau voru síðan í einhverjum helli hann og 2 dætur hans og sagan er svo að þær dæturnar sögðu að já, það er náttúrulega við verðum að fjölga okkur einhvern veginn og þannig að þær heldu pappa sinn fullan og sváu hjá honum sem sagt 2 nætur í röð sem sagt ein dóttirinn eitt kvöldi og hinn dóttirinn hitt kvöldi og einmitt eignust börnur hans. Það er nauðgun og sifjaspjall allt í einu í einni sögu. Ok, getum við bara haldið áfram. Já. En já, þetta er Núna er vist líka að vera búin að heyra að sé vera að banna Handmaid's Tale. Já, það er búið að banna Handmaid's Tale á nokkrum stöðum og hefur verið gert það reglulega. Þannig að já. Sem er basically bara það sem Bandaríkin er á hraðari leið í. Já, ef að Project 2025 mun verða einhverjum. Ok, en ég nenni ekki ég get ekki rætt þetta. Nei. Þetta gerir mér rosa reiða. Já, ég veit. En já, þetta er svona stutt kynning á bönnuðum bókum. Já. Já. Svo kemur eitthvað meira af þeim í Spooky Season á næsta ári. Já, það verður talað ákveðna bók þar í tengslu við. Það er allan samt 3 ár. Já, fullt af þeim. Ég har samt 3 ár þessar elstu. Og líka, en annars þá bara... Já, takk fyrir hlustið og vonaði að hafi lært eitthvað. Og já, takk aftur, Alexandra. Fyrir að minnast á þetta. Fyrir innblásturinn. Já. En já, annars þá bara takk í dag. Takk í dag. Og við heyrumst. Já. Bye. Bye.